líka fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Já, verið velkomin hérna á Sport TV á leik KA og Aftureldingar. Þriðji leikur liðana í undanúrslitum karla. Ólafur heiti ég ætla að lýsa þessum leik með ykkur. Með mér er Kristján Geir Guðmundsson. Vertu velkomin. Já, takk fyrir, góða kvöldi. Jæja, 1-1 í viðuregnum þessa liða. Hvernig heldur þetta að fara í kvöld? Það er erfitt í raun og veru held ég að spá það. Og fer mikið eftir í hvort liðið kemur betur stemt með hausinn rétt skrúað á inn í leikinn. Já, KA-menn unnu fyrsta leik liðana 3-0. Afturelding tók sig svo til og tók leik 2-3-1. Mikill viðsnúningur þar sem að Afturelding spilaði bara allt annað blak þeir hafa gert í vetur og verið að koma virkilega sterkir inn í úrslitakeppnina. Heldur þeir geti sýnt sama leik í kvöld? Já, alveg örugglega, ef þeir koma rétt stemdir inn í þetta. Þeir hafa verið með ungan uppspilara, látið hann byrja svolítið á sér allan að síðasta leik og Ingólfur kom svo inn á í annar eða þriðju hreinu. Það er bara öflugt hjá þeim að geta nýtt breiddina og meðan að KA hefur spilað svo til í allan í vetur á sömu sjö leikmannunum. Já, nú sjáum við það hefur verið að kynna fyrirlið og þjálfaraliðana. Þetta verið að flótti leikin, það er ekkert óvenjulegt þarna. Ævar Freyr Birgisson fyrirliði KA. Keppuna Davíð Búa, hann heldur áfram að mæta á varnarmannabekk KA-manna. Strafko Demirev þjálfari Aftureldingar, Kjartan Fannar Gretarsson fyrirliði. Það hlýtur að vera öflugt fyrir KA-menn að geta sótt í reynslubankann Davíð Búa. Já, hann náttúrulega býr yfir gríðarlega reynslu og getur róað sína menn ef á þarf að halda en einnig komið þeim í gírinn. Hann er alveg verið duglegur við það, hann hefur heyrt það í leiktíðanum og hann hefur látið að heyra ef hann telur þess þurfa. Og sama má segja Aftureldingu, það er gjörbreyttur leikur hjá þeim eftir að Strafko tók stjórnina. Það náttúrulega þeir voru svolítið stjórnlausir ef þannig mætti segja og allt annað að sjá þá með svona reynslumikinn mann á bekknum. Það er bara þannig að þegar að þjálfarinn er spilandi leikmaður líka og ef hann er mikið inn á þá er gott að fá einhvern á bekkinn til þess að fá bara ró þangað og betri stjórn á leikinn. Og Stratko hann er nú frekar rólegur að eðlisfæri og hann er ekkert að láta hlutina pirra sig mikið og hann hefur komið með ákveðna ró á leik Aftureldingar og hann hefur bara batnað mikið setið part vetrar. Já, eins og segi allt annað að sjá þá frá deildakeppninni sjálfri. Þarna sjáum við dómara leiksins Marino Þorsteinsson og Gunnar Garðarsson. Það er búið að vera mikill hasar í undanúrslitum karla. Heldur að við eigum eftir að sjá hasar fyrir norðan? Já, ég held að á þessum liðum þá er yfirleitt svona hasar og menn að reyna að komast inn í hausinn hjá hvor öðrum. Þeir eru nú þarna félagarnir í sikkur liðinu, Pjotr Kemski og Filip sem voru náttúrulega samherjar hjá KA í feiki mörg ár. Þeim leiðist ekkert að komast inn í hausinn á hvor öðrum og reyna að vinna hvern annan sko. Nei, við sáum einmitt í leiknum í Varmá að Filip hann misti svolítið stjórn á skapi sínu og misti eiginlega tökin. Mætti segja að þeim hafi tekist að Aftureldingamönnum að stuða hann svolítið.
ég hugsa það, ja, og hann var einnig að láta dómgæstina að fara í taugarnar á sér sem að líður ekki upp á gott lag á menn missa hausinn og hérna fara að láta alla hluti í taugarnar á sér. Það alveg sama hversu góðu leikmaður þú ert, ef þú ert ekki með hugan við efnið þá spilar þú bara ekki eins vel og eins og getur gert. Nei, það er hárrétt, hérna er allt að vera klárt. Mér sýnist ekkert vera óvenjulegt við byrjunarliðin. KA-menn stilla upp eins og þeir gerðu undir lokin í leik 2. Benedikt Rúnar Valtýsson er á miðjunni, Alexander Arnar Þórisson er þá á kantinum og Sigþór Helgason er þá á bekknum. Sjáum að Davíð Búi hann tók hana utanum Sigþór og svona til þess að koma honum í rétt hugar ástand. Já. Hann er sjálfsagt ekki sáttur með að byrja ekki í leikinn en hann kannski var ekki að slá sérstaklega vel í síðasta leik og mikið í netið hjá honum. Ingólfur byrjar leikinn hjá Aftureldingu í staðinn fyrir Hilmir. Já, það er breyting þar á. Hilmir byrjaði fyrstu hrinurnar í báðum leikjónum en hann fær að sitja á bekknum núna. Ingólfur tekur þarna fyrstu uppgjöfina, Gunnar Pálmi tekur vel á móti og það er Quinton Moore, hann slær út. Hann átti ekkert sérstakann annan leik. Hann kom sér ekki nægilega vel í gírinn. Spurning hvað hann gerir hérna á heimavelli. Nei, kannski má vera að færa rök fyrir því að kannski hafi K.A. vanmetið bara Aftureldingu aðeins. Já, hann er góð móttaka á KA-mönnum. Quinton setur lausan yfir, annar lausbolti frá Aftureldingu og Alexander Arnar úr afturlínni. Ekki góð sókn hjá KA en góð byrjun hjá Aftureldingu. Þeir byrja sterkt. Við munum nú eftir því þegar Ingólfur komst í 12-0. Já. Spurning hvort hann nái sama leik í dag. Það verður slíkur rönni. Ingólfur gefur upp. Alexander í vandræðum. KA þarf að setja lausan bolta yfir. Hvað gerir Afturelding? Kjartan Fannar flott sókn á miðjunni. Mjög mikilvægt fyrir Aftureldingu að ná miðjusókninni þegar Benedikt er í Howard KA-megin. Hann er kannski ekki búinn að spila mikið, ekki í góðu leikformi. Þannig að það er að gera að nýta miðjuna. Já, og bara binda miðjublokkina fasta á hún komist ekki til hliðar. Svo KA Ævar Freyr Birgisson flott sókn hjá honum. Bæði lið með gífurlega breidd í sóknarleiknum. Framlína Aftureldingar Kjartan Fannar Gretarsson, Rýbak og Pjóll. Það er ekki leiðileg framlína. Nei, hávaxinn, gríðarlega reynsla. Ævar Freyr mættur í uppgjöf hjá KA. Hann er með nokkrar erfiðar uppgjöfur eins og sást í bikarnum. Já, Ólafur þarna í vandræðum en Aftureldingamenn koma þessu yfir. Og þá er Alexander Arnar, hann slær hettin gríðarlega hátt uppi. Það er erfitt að mæta honum. Hann er að koma virkilega vel inn í KA-liðið, getur leyst bæði kantstöðuna og miðjustöðuna. Og er öflugur í afturlínu líka, hann er farið marga bolta þar. Já. Slær vel. En hann byrjaði bara fyrir 3-4 árum að spila blagg. Já, hann er ekki búinn að vera lengi í þessu. Flott uppgjöf þarna hjá Ævari. Afturelding setur lausan yfir. Og Alexander aftur laumar. Fín vörn. Ingólfur nær þess ekki. Nær þessu en liðsfélagar hans ná ekki að halda þessu leik. Það var aðeins hikk hérna á lífburónum. Ekki alveg á tánum. 3-3. Jöfn og skemmtileg byrjun. Ævar enn í uppgjöf. Setur hann út. Ekki langt út en nóg. Þá er Pjóll Kempisti kominn í uppgjöf. Ætla hann hoppi eða... Jú, hann virðist ætla að hoppa. Sjáum kraftin sem hann setur í þessu uppgjöf. Það er fullur kraftur og þetta er inn. Alexander á enga vörn með þessu. Svona móttökur þarftu bara, eða svona uppgjör þarftu bara að verja. Ekki að taka móti, þetta er vörn. Og hann var klókur hérna Pjóttur, hann sett hann út í línu. Já. Það er engin stendur. Og hann hoppar aftur. Aftur góð uppgjöf, Gunnar Pálmi missir þetta yfir og KA-menn ná ekki að halda þessu leik. Góðar uppgjör hjá Pjóll, 5-3. Þetta gæti verið hausverkur KA-manna ef að uppgjörnar eru ekki að lenda á Ævari. Hann er náttúrulega þeirra langbesti móttökumaður. KA-menn
voru samt svolítið mikið að gefa upp á hann í fyrstu leikjunum. Og aftur góð uppgjöf hjá Pjótt, miðjusókn hjá Káa og Fannar gerir þetta vel næra mókunum hérna yfir. Hendur honum við á hausinn á sér, aftur og bak. Og byrjun hjá Aftureldingu, þeir ætla að keyra í þennan leik af fullum krafti. Voru bikarlið í fyrra, spurning hvort þeir séu lið úrslitakeppninnar í ár. Upp eftir í þeim hérna, Pjótt heldur áfram að hoppa. Þessi út. Það oft loða svona við eins og KM-mönnum, þeir eru kannski að geta spila á fullum krafti yfir tímabilið. En svo gefa þér aðeins í sko, þegar við líður á og svo koma þér inn í úrslitakeppninu og þá allt sett á 100%. Það var svona tilfinningunni að það væri þannig hjá Aftureldingu líka. Þeir voru ekkert svona að stressa sig of mikið yfir tímabilið. Það er verið að setja í smá gír undanfarið. Já, þarna sjáum við Afturelding lenda í vandræðum með móttökuna. KM-menn hafa eins og segir undanfarin ár ekki gefið mikið power í deildakeppnina en í ár settu þeir fullt power, unnu deildakeppnina en eru aðeins að slaka á. Það er eins og síðan smá mannmann undir lokin. Þeir voru að vinna tildulega kannski auðvelt marga leiki. Já. Og menn sækja hérna Alexander Arnar einn á mótunum, hann setur hérna beint í gólf. 7-6. Gott slag þessi drengur. Þeir verða að vera tveir á móti honum eða ætla að stöðva hann. Hann er það hátt uppi. Spurning hvort að hinn í íslenski landsliðsþjálfari sé að horfa. Hann geti örugglega nokkra að stráka með sér hana. Já, Pjótt tekur hérna á móti og Rybak, hann slæðir rétt í háhornina. Afturelding sækir og aftur fær Rybak boltan og þeir loka á hann. Það voru aftur í þriðaskiptið. Nei, nú er það Edu. Erfiður bolti en hann gerir vel. Góð vörn hérna hjá Alexanderi og Fannar. Hann klárar þetta. Glæsileg vörn hérna hjá Alexanderi en ekki nóg. Við meðum sjá væntanlega Radoslav Rybak fá megnið af boltum Aftureldingar í kvöld. Það er sterkur leikmaður. Virkar svona kannski ekkert. Það virkar kannski svona öllítið kærulaus en þegar það er komið að í vonum að þá er það bara all business. Já. Fannar hérna setur uppgjöfuna sína út, hann er ekki sá stöðuðast í uppgjöfum. Verður að gera betur en þetta. Þá er það Quinton Moore sem fer í uppgjöf fyrir Káa. Hann hoppar. Hann ætlar að hoppa eins og venjulega. En setur hann full power við sjáum. Nei, ekki alveg. Pjótt gerir fínt þarna og Rybak. Hann skilar þessum bolta. Mason Kastner nær ekki að loka þetta. Nei, hann var kannski með blokkina aðeins og utarlega með að við hvernig hann kom inn í smessi þá er þetta fara meira í krossinn. Já. Hann fer beint í uppgjöf. Heldur áfram að taka sínar uppgjafir. Ævar tekur vel á móti og Mason Kastner, hann skilar þessu vel. Ingólfur náði ekki að hjálpa Alexander þarna í hárninni. Þetta getur orðið baráttu miðjumannanna. Já. Fannars og Mason, þeir eru öflugir. Slá hátt uppi. Og bratt. Alexander Arnar í uppgjöf. Fín móttaka hjá Pjótt og Edu. Þeir loka þetta í hárninni, vel gert hjá KM-mönnum. Kastner lokaði vel á þetta. Þetta var aðeins og nálagt annað uppspilið. Eins og áðan. Það er ekki alveg að finna kant uppspilið. Nei, 9-9. KM-menn búnir að jafna. Þetta getur orðið sagan í kvöld. Það er því jafnt bara á mörgum tölum. Já. Fín uppgjöf hjá Káa. Þeir eru í vandræðum Aftureldingamenn. Engin samskipti þarna. Setja hennar bolta beint út. Pólverjarnir náðu ekki að tala saman hana. KM-menn komnir yfir. Alexander er með öflugar uppgjafir. Þetta er flatubolti sem dettur. Þessi netið. Datt á snemma hana. Fínasta mæting í KM-milinu. Trommusveitin mætt allavega. Trommusveitin mætt. Og Edu gefur upp fyrir Aftureldingu.
stutt uppgjöf hjá honum, Gunnar Pálmi vel vakandi og Kastner á miðinni, hann setur hennan í gól full auðveldlega. Edu þarna eitthvað að væla yfir þessu sóknarslægi. Það var ekkert að þessu. Nei, þetta bara, ef maður horfir á alþjóðlegan bolta, þá bara þetta sem er verið að gera út í heimi og okkur ekki gera það hér. Kastner í uppgjöf hjá K.A. Ólafur tekur vel á móti og Alexander, hann slær hennan út. Full þröngt spil hérna á miðinni, lítið færi fyrir Alexander á að gera betur en óþarfi að negla þessum út. Já, hann hefði getað unnið aðeins betur úr þessu. Mason enn í uppgjöf. 12-10 fyrir K.A. stutt uppgjöf. Pjótt hann nær nú þessu og fær sóknina og Filip lokar á hann. Þessu leiðist Filip ekki. Það er næsta víst. Það verður gaman að sjá hvort að þeir ná að espa hvern annan upp í kvöld líkt og þeir gerðu í Mosfellsbæ og Afturelding tekur leikhlé. 13-10 fyrir K.A. Þetta er, já, reyndar komast Afturelding í 4. stiga fórskot á hann. Það er skýðið eftir góða byrjun. Já. Spurning hvað Strafko, hann er eitthvað að fara yfir hlutina með Ingólfi. Hvort er það dreifingin á uppspilinu eða fjarlæðin út á kanti. Já, það har verið aðeins svo nálægt netinu, uppspilið á kantinn, þeir ná ekki að stýra fram hjá blokkinni, þeir þurfa ekki að fara langt yfir í hávörðinni til þess að loka. Já. Ef þeir ná að stilla sig aðeins betur saman og þá er það að ná sko einn á móti einum og eiga þeir að geta lokið þeim sóknum með öflugum smassi. Mason er enn í uppgjöf, honum hefur nú stundum verið skipt út af en kannski kemur í næstu uppgjafar hinnu. Hann er nú búinn að taka fínar uppgjafir núna og Rýbak slær hennan beint í Kastner. Sá hún nú ekki þarna fallegustu móttökuna frá Pjótt, engu síður dugði hún til. Hann notaði alla sína sentimetra hana. Þá er það Alexander Stefánsson í uppgjöf hjá Aftureldingu. Hann setur hann á nafna sinn sem gerir vel og Quinton Moore, hann slær þetta út. Stigalaus í þessu leik. KM-menn verða að fá hann í gang ef þeir ætla ekki að lenda í vandræðum. Hann er lengi að hitna núna. Við þurfum meira frá Quinton Moore, það er nokkuð ljóst. Alexander gefur aftur upp, Gunnar Pálmi í vandræðum og Fannar vakandi þarna. Vel vakandi, Kjartan Fannar. En Alexander, hann er oft hoppað og gert fastar uppgjafir, hann er í einhverjum öðrum gír í dag, þetta er bara erfiði flotboltar hann hjá honum. Já, Strafko hefur sennilega viljað að hann taki flottuppgjafirnar. Nú er Quinton Moore mættur, þeir ná ekki að halda lífi þessu, góð sókn hjá K.A. Já, Alexander á það til að hoppa með misgóðum árangri en hann er með nokkuð öruggar uppgjafir í standandi flott. Já. Filip kom inn. Filip gefur á Pjótt, tekur vel á móti og Fannar á miðjunni. Bæði lið virðast ætla að fara svolítið í gegnum miðjuna. Já, það er erfitt að stoppa á. Þeir eru hátt uppi og smassa bratt. Sjáum að Kastner er komið 2 stig og Fannar kominn með 5 sóknarstig. Þannig að þeir ætla að vera ábyrrandi í kvöld. Ingólfur gefur upp hjá Aftureldingu á Gunnar Pálma sem gerir vel og miðja hjá K.A. Pjóttur laumar hann yfir og þeir ná þess ekki. Það er aðeins smá gæðamunur á miðjusóknunum hjá Benedikt og Kastner. Það vantar aðeins upp á hjá Benna. Það vantar smá kraft í hann. Ingo heldur áfram að gefa upp. Þessi slefar yfir, Gunnar Pálmi gerir vel og Ævar hann laumar. Afturelding nær að verja þetta og Rýbak laumar líka. Alexander spilar á afturlínni. Þeir verja þetta Afturelding en koma þess ekki yfir. Það virðast allir KM-menn geta spilað upp og allir úr stöðu 6. Þeim leiðist ekki að hoppa langt inn í sóknartegin og spila upp. Þetta lítur að vera bara æft hjá þeim. Það lítur að vera. Hvað er Filip nú að gera? Það er bara út fyrir völlinn og er að æsa sig eitthvað við riddaraborðið. Sjálfsagt eitthvað stigatöflar, ekki sáttu við
stíginn þar. Nei, Afturhelding sækir hérna, vel gert hjá Pjótr, slæðir í Alexander út. 16-15 fyrir Afturheldingu og Pjótr í uppgjöf. Hann heldur áfram að hoppa. Lítill kraftur í þessari uppgjöf, Gunnar Pálmi samt í vandræðum. Og Quinton Moore slæðir hennan, fín vörn hjá Ólafi. Og Edu, hann slæðir þetta í net út, engin snerting þarna. Það var bara beint í netið. Mér sýndist þetta fara undir strenginn. Já. Ég held að enginn hafi verið að því. Hvort sem það sé rétt eða ekki, þá er ekki orð frá KM-mönnum. Á meðan að Afturheldingamenn mótmæla þessu. Já, þetta var, og sjáum við Stratko, hann er að reyna að róa þá. Segja að vera með hausinn í lagi. Haldið áfram að spila. Hausinn er fljótur að fjúka af ef menn fara að væla yfir svona stigum. Þeir eru ennþá eitthvað að tuða. Ekki öruggir með að hver á að fara næst í uppgjöf. Það sýnist að vera Fannar. Það er Benedikt Rúnar sem gefur upp hjá Káa. Setur hann á Ólaf sem að gerir vel. Ingólfur setur hann á Edu. Hvað gerir hann núna? Þennan bolta slæðir hann bara út. Við létum hann fara hann í hávörninni. Kæri laus hann að Edu. Já, Edu, þetta var svona reiðislag. Hann ætlaði að taka á því en hann hitti boltan bara einfallega ekki betur með þetta. Nei, Benedikt gefur aftur upp. Stuttu bolti, Ólafur í vandræðum. Frábær uppgjöf hjá Benedikt. Hann ætlar að minna þess á sig í þessum leik. 18-16 fyrir Káa. Þeir eru aftur konum með yfirhundina. Benedikt gefur upp. Og aðstoðardómarinn dæmir hérna vitlausa uppstillingu á Afturheldingamenn. Ekki til mikill ánægju, sýnist að hann sé að benda Rýbak á að hann hafi staðið vitlausu megin. Já, hann kominn bara út fyrir völlin. Kominn of utarlega, sennilega kominn út fyrir Fannar og Stratko tekur leiklega. Hann hefur aðeins fylgst með honum í vetur og hann gerir þetta oft. Fer snemma af stað. Já. Sjáum að Pjótr kempist í lætur Gunnar Garðarsson aðstoðardómari að heyra það. Þeir ættu nú að þekkjast vel frá tímum hans á Akureyri. Engu síður fær hann vel að heyra það. Það þarf ekki mikið til þess að æsa þennan mann. Nei, þetta er nú líka hjá honum og þá er hann ofta að reyna að fá viðbröð bara hjá sínum mönnum. Já. Þetta er taktík. Þetta kemur honum stundum í gírinn. En KM-menn leiða þetta 19-16. Þeir eru rólegri og það sést bara í þeirra leik. Þeirra aðgerðir eru ákveðnari og þeir virðast vita betur hvað þeir ætla að gera. Já, Marino kallar hérna Fannar til sín. Sjáum hvað þeir eru að ræða. Sennilega segja honum að róa sína menn. Við fylgjast með félögum Fannari og Rýbak. Standa mjög þétt þarna. Benedikt heldur áfram að gefa upp hjá Káa. Setur hann á Pjótr sem lendir í smá vandræðum. Og Edu hann slæðir þetta í hávörn Káa. Eða í netið eina ferðin enn. Quinton Moore fagnar þessu allavega. Honum langar í stíið. Hún langar á blokkina. Sem hann fær. 20-16. KM-menn virðast alla sigla fyrstur hinnu í höfn. Benedikt, hann setur hann Ólaf, hann gerir vel og misskilningur hann í Afturheldingu. Uppspilið ekki nákvæmt, KM-menn missa hennan á strenginn og Quinton Moore, hann slæðir hennan í gólfið. Pjótr kempisti vill meina að hann hafi varið hennan bolta. Ég held að það er svo Það er svo fljótur að flauta þarna.
Já, það endurtekið. Hann var aðeins á fljótur hann hélt að þessi bolti myndi hafna í gólfinu. Já, ekkert við því að gera nema að endurtaka þetta og Pjótt tekur á móti og það Rýbak sem fær boltan og þeir loka þetta. Frábær háurn hjá Mason Kastner. Þeir stiltu sig vel betur af hann núna heldur en áðan. Vel stilt háurn hjá KM-mönnum. Þeir vita hver fær boltan og þeir ætla að mæta honum á fullum krafti. 21-16. Benedikt enn í uppgjöf. Stuttubolti í honum, Ólafur gerir vel og Rýbak fær hann aftur og þarna gerir hann betur. Þessi bolti langt inni. Já. Þarna línuvörðurinn ekki alveg með á nótunum. Heldur betur ekki. Þessi bolti var langt inni. Ævar Freyr gefur dómaranum þarna þumalinn upp. Þetta var bara hárrétt hjá honum. Greinilegt. Það afturhelding sem fær stigið og Kjartan Fannar í uppgjöf. Þarna var dómarinn bara velvakandi. Fannar setur boltan á Alexander Arnar sem gerir vel og hann fær sóknina, laumar hérna. Afturhelding blokkar þetta. Og Edu laumar en háörnin. Þetta fer sennilega í hann út, já. Vel stilt háörn hjá KM-mönnum. 22-17. Vansennilega eftir bakinu og Edu þegar hann var að lenda. Quinton Moore í uppgjöf. Hann heldur áfram að hoppa. Setur hann á Ólaf sem gerir vel. Og það Rýbak. Hann slær hennan út. Þeir dæma net á KM-menn. Gæti ekki betur séð en að Rýbak væri kominn hérna langt yfir línuna. Það er bara hvað brotið fyrst. Það hefur verið netið og svo sló hann út og svo fór hann yfir. Þannig að netið hjá KM-mönnum er fyrsta brotið. Það Rýbak sem fer í uppgjöf. Þessi uppgjöf er fín. Alexander tekur vel á móti og Quinton Moore á afturlínni. Þessi full stuttur. Og Edu setur hann lausan í hornið. Aftur Quinton Moore. Þeir loka þetta. Og miskilningur hjá KA. Undirdekkunin ekki góð. Vel stilt háurn hjá afturheldingu. 22-19. Þeir eru aðeins að hressast. Það er mikilvægt að þó maður tapir hrínu að enda hana vel. Komast aðeins inn í leikinn. Já, nóg eftir af hrinunni. Rýbak heldur áfram að hoppa, góð uppgjöf. Og það Quinton Moore sem fær boltan. Hann slær rétt í háurninu út. Vel gert þarna hjá Quinton Moore. 23-19. Miðað við hérna á Edu. Alexander, hann er með sterkar uppgjafir. Þannig að afturheldingin verður að vanda sig núna í móttökunni. Tala vel saman. Já, hátt uppi. Þessi Pjótt gerir vel hérna á miðjusókn hjá afturheldingu. Þeir verja þetta KM-menn og Ævar, hann laumar. Þá er það Edu, hann laumar líka og í háörnin á niður. Ævar kom hérna á flegiferð af kantinum. Hann var tilbúinn. Og Edu sér vel auðasvæðið. Enn og aftur er spilið á kantinn hjá afturheldingu. Það er svolítið þröngt. Þeir fá ekki tækifæri til þess að slá knöttinn. Þeir þurfa að laga það að þeir vilja hafa séns í leiknum. Já, og Ævar slær aftur. Frábær vörn hérna í Ólafi. Afturhelding þarf að setja lausan yfir. Já, vandræði hjá Káa. Alexander Arnar alveg út á þekju þarna. Það er svo rákust saman hérna Gunnar og Alexander og ekki alveg klárar að hvað þeir stóðu á vellinum. Nei, Ólafur setti þarna háan bolta yfir aftur á völl Káamanna. Hefðu haft nægan tíma til að taka þennan. KM-menn taka leiklega 23-21. Hörku fyrsta hrina. Já, afturhelding er að hleypa lífi í þetta. Voru búin að missa það aðeins frá sér en þeir eru að hleypa lífi í þetta aftur. Já, það er þannig með afturheldingu að leiða og slakar á og grípa í tækifærið. Þannig að KM-menn verða að vera á fullu gasi ef þeir ætla ekki að missa þetta frá sér. Þeir verða að vera á tánum allan leikinn. Það er ekkert að
sofna á verðinum í því. Það er gríðarleg reynsla sem að býr í þessu Aftureldingarliði. Og það er Edu sem gefur upp fyrir Aftureldingu. Setur stutta uppgjöf, Gunnar Pálmi tekur vel á móti og Quinton úr afturlínu. Hann slæðir hennan bolta út. Hann er verið að reyna að slá línuna svolítið núna. Þetta er fjórði boltinn sem hann reynir að setja á línuna. Já. Það er greinilegt að þeir opna línuna vel í blokkinni. KA-menn með 23 stig og Quinton aðeins 3. Það er áhyggjuefni. Önnur uppgjöf hjá Edu, Gunnar Pálmi gerir vel og Mason á miðunni, þeir loka þetta. Þá er það Quinton úr afturlínu. Fín vörn þarna hjá Rybak og Piotr hann laumar. Quinton verð þetta. Ekki nægilega gott uppspil hjá Filip. Ævar gerir vel og þeir loka á Filip þarna. Glæsileg hávörn hjá KA-mönnum. Bæði liði í smá vandræðum í sókninni. Þeir eru að lauma mikið. Já. Aftur fannst mér vera uppspilið á út á kanti vera nálægt. Jæja, nú kemur skiptingi sem við vorum að tala áðan. Núna fer Mason Kastner út. Vigfús Jónbergsson segi ég, kemur inn. Kemur iðurlega inn á í uppgjöf. Svona í annari umferð. Fínu uppgjöf í honum, Ólafur missir hennan yfir. Ævar spilar úr þessu og Filip skorar hana 25. stig KA. Þetta var sannkvöldu skyndisvogn. Já, Ævar hefði getað slegið hennan sjálfur en ákvaða að spila úr þessu. Spilaði lágt, þannig að blokkin hafði engan tíma til þess að koma í á móti Filip. Nei, hann bara skilaði þessu. Vel gert þarna hjá KA-mönnum. Alvöru sóknarmaður. 25-22. Fyrsta hreina. Aftureldingamenn fóru vel af stað en gáfu svo aðeins eftir og KA-menn svona hægt og rólega mölluð inn í hreinuna. Já, man fannst þeir ekkert svo sem vera að reyna of mikið á sig einhvern veginn. Þeir þurftu ekkert að hafa of mikið fyrir þessu. Og bara, man fannst þeir eins og bara gerðu nóg. Já. Í raun og veru. Við viljum nú vera með KA-menn að þeir byrja yfirleitt ofar en aðrir, þannig að þeir þurfa að hafa svolítið minna fyrir hlutunum. Meðan að það tekur kannski önnur lið meira power að komast á sama level. Og fyrir vikið eru KA-menn bara sterkar undir lokin þrátt fyrir töluvert litla áreynslu. Já. Þeir náttúrulega eru með gríðarlega hávaxið lið og með góða hávörn. Og menn þurfa að spila þá kannski frekar hraðar í bolta á mótið inn til þess að reyna að komast fram hjá blokkinni. Það kostar meiri orku. Já. Ef við rennum aðeins yfir stigaskorið, stigahæstur hjá Aftureldingu er Kjartan Fannar Gretarsson með 5 stig. Stigahæstur hjá KA í fyrstu hreinu Mason Kastner og Alexander Arnar með 4 stig hvor. Já, Fannar fekk eiginlega öll þessi stig bara strax í byrjun hreinunar og svo fekk hann ekki marga bolta seinni hlutan. Nei. Það er kannski átt að senda meira á hann. Nota aðeins meira. Já. Spurning hvað hann gerir í annarri hreinu. Annars svona yfirleitt er það nú þannig í blækjunu á Íslandi að miðjurnar eru yfirleitt ekki mikið notaðir. Nei. Og kannski ekki svona í heimsblækjunni heldur. Þetta er á engilsaxneska tungu, þá er þetta kallaðar middleblocker. Eða hávarnarleikmaður, miðjuhávarnarleikmaður. En gífurlega öflugt fyrir lið þegar þessi leikmenn eru góðir sóknarlega. Já, þegar það er mjög mikilvægt að ná að binda miðjuna aðeins, þannig að hún get ekki farið annarkvora hliðana. Hjálpa leikmannum þar. Sjáum hérna að Eduardo, leikmaður Aftureldingar, er að teipa á sér löppina. Spurning hvort hann hefði orðið fyrir smá njaski. Það er ekki mikið sterka leikmenn á bekk Aftureldingar. Nei, þeir eru fyrst og fremst með gott byrjunarlið. Og svo sem sama saga með KA-menn.
Já, þeir búa svo sem að því að hafa Sigþór á bekknum eða allavega einn leikmann sem er þokkalega sterkan á bekknum sem getur bæði komið spila kantstöðunar eða diagonal. Já, það var alltaf að vera klárt fyrir aðra hreinu óbreytt byrjunarlið hjá báðum liðum. Það eru KA-menn sem að byrja í uppgjöf. Filip Sjefsik gefur upp fyrir KA. Það á svo sem ekki komið upp neina alvarleg atriði ennþá sem að orka tímalist þannig. Nei, við viljum aðeins meiri hasar. Dómarinn þeirra haft ágætu stök á leiknum. Og það eru ná aðtöku hvort að sjónvarpsmyndavélin sé ekki örugglega rétt stillt. Filip gefur upp fyrir KA og Rýbak slær laumar. Hann laumar hérna í Benedikt og niður. Fínt fyrsta stig hjá Aftureldingu. Já, hann er í afturlínu. Já, dómarinn dæmir hérna stigið af stig til KA. Steig alveg langt fram við sko. Ég held hann hefði verið í fremlínunni en hann var ekki reynilega afturlínu. Það er Filip sem gefur aftur upp. Hann gefur hennan út. Nýtti þarna ekki tækifærið. Afturelding skora stig. Staðan 1-1. Það er Ingólfur sem fer í uppgjöf. Hann var með nokkuð sterkar uppgjöfir. Vinstri innu. Já. Já, hvað hann gerir núna? Setur þennan bolta á Alexander Arnar sem er í vandræðum. Og Quinton Moore þeir verja þetta í háörninni. Glæsileg háörn hjá Kjartan Fannari. Þessi bolti, þessi móttaka fór úr mynd. Há var hún nægur tími. Það er hátt til lofts og víti veggja í KA-heimilinu. Mjög gott að spila blaggar. Gott blagghús KA-heimilið. Ingólfur enn í uppgjöf. Setur hann aftur á Alexander. Og það er Ævar Freyr. Hann slær rétt í háörninni í Aftureldingu. Vel stilt háörn hjá Aftureldingu. Hleypa engu fram hjá sér. Gífurlega þéttur sóknarleikur KA er að lenda í vandræðum með sterka háörn Aftureldingar. Þeir eru núna allir þrír frammi. Rýbak, Fannar og Pjóll. Þetta er veggur. Þetta er góð sóknarlína hjá þeim. Og glæsileg uppgjöf þarna hjá Ingó. Setur hann á milli Gunnars og Alexanders. 4-1. Og það er spurning hvort að Afturelding ná að halda þessari kyslu áfram. Þeir byrjuðu ágætlega líka í fyrstu hrinunni en mistu svo aðeins stampinn á miðmanna miðja. Og var Ingólfur einmitt í uppgjöf líka. Já, hann heldur áfram að pressa Alexander sem gerir hérna vel og Quinton þarf að setja lausan yfir. Flott slær þetta í háörnina, þeir halda lífi í leiknum og aftur fær hann boltan nálagt. Þarf að lauma. KA-menn í bullandi vandræðum. Og Rýbak slær hennar fast í hornið, góð vörn hjá Filip. Þetta var ekki fallegt uppspil hjá Benedikt. Þetta þessi á hennar bolta á Afturelding. Já, KA-menn settu þetta bara út. Það er klart mál. En líkt og áður þá er Ævar Freyr mættur í dómarastólinn að rökræða stigið. Hann er búinn að gera svolítið af þessu í vetur. En þetta var bara borðleggjandi. Svona bolti. Varnarliðið fær hann. 5-1 fyrir Aftureldingu. Sterk byrjun. Ingólfur heldur áfram að gefa upp. Áfram setur hann á þá félaga. Gunnar Pálmi í vandræðum. Þetta er hárrétt stefna hjá Ingo að setja á þessa tvo. Já, þeir eru í vandræðum. Ekki ná að gera þetta almennilega eins og er. KA-menn taka leiklið í stöðunni 1-6. Það er hérna, orðið séð það núna í blagginu á Íslandi. Það er þessi ítalski stíl. Hann er orðið svolítið ofan á að taka allt með fleig eða bagger eða hvað menn vilja kalla þetta, alla móttökur. En Davíð Búi, ég sá að hann var að brýna það fyrir Gunnari að taka bara með fingurslagi, þetta væri hár bolti.
Hann er í gamla skólanum eins og ég. Já, Ef þú getur Davíð tekið Búi. mótið með fingurslægi, þá bara gerur það. Já, Davíð Búi getur vel tekið á móti með fingurslægi, er ekki alveg á sömu skoðun með þig, en við skulum sjá til. Ingólfur heldur allan áfram að gefa upp. 6-1. Káa þarf að stíga upp ef þeir ætla ekki að missa á lengra fram úr sér. Aftur setur hann á Gunnar Pálma sem er í vandræðum og Quinton hann slær hennan út. Kærulausir KM-menn Já, enga veginn mættir í þessa hrinu. Afturhalding keyrir á fullu gasi og aftur er það Ingólfur sem er að valda þeim vandræðum með sterkum uppgjöfum. það er svona kæruleysi aðeins í sókninni hjá Káamönnum. Þeir eru ekki að sækja þannig að þeir geta allan að varist ef boltin er ekki nógu góðir. Já, þarna gerir Gunnar Pálmi vel og eftirleikurinn auðveldur fyrir Quinton Moore sem að slær þennan beint í gólf. Mikilvægt fyrir KM-menn að fá góða bolta fram, gefur Filip tækifæri á að dreifa sóknarleiknum. Hann er alveg snillingur í því. Það er það Ævar sem gefur upp. Hann setur hann á Ólaf sem gerir vel og Pjótr laumar þessu. Beint í gólf þarna, góð lauma hjá Pjótr. Gunnar Pálmi seinni í þessa vörn. Við sjá fullt af góðum laumum í þessum leik. Já, og það segir mann að þessum uppspil er þá kannski ekki alveg upp á 10. Það er borðið liðinu. Já, Pjótr gefur hérna standandi uppgjöf, miðjusókn hjá Káa. Afturhalding spilar þessu á kantinn. Og Alexander Arnar slær þetta, góð vörn hjá Ólafi. Ratuslav Rybak slær hjá Afturhalding og hann slær hennan beint í hornið. Þessi virtist vera á leiðin út en endaði sennilega mjög nálægt línu. Hann á það til að slá mjög utalega. Hann er ekki að slá neitt fast, hann er bara að setja boltan bara á stað þar sem er engin varnarmaður. Gífulega reynslumikill, góð móttaka þarna hjá Gunnari Pálma og Benedikt slær hennan vel á miðjunni. Fyrsta sóknarstigið hjá Benedikt. Hann tekur sér tíma í að fara í uppgjöfina. Glæsileg uppgjöf honum. Pjótr hérna full slakur í móttökunni. Missir tiltölulega létta uppgjöf í gólfið. Já, það var eiginlega bara mjög slök móttaka. Já, annar ásinn hjá Benedikt í þessu leik. Fer lítið fyrir honum en öflugur. Setur hann aftur á Pjótr sem gerir betur núna og Rybak slær. Þetta lokaði ekki á hjá Káa. Nei. Það sló krossinn þegar hann fór í blokkina og boltinn breytt stefnu og fer með línunni niður. 10-4, góð forysta hjá Afturhaldingu. Hefur meðberinn núna. Já, Kjartan Fannar í uppgjöf. Hann þarf að gera betur en áðan. Þessi er fín. Quinton slær hjá Káa í háörnina, þeir hægja á þessu. Og Rybak, hann slær hennan beint í gólf, aftur nálægt línunni. Hann finnur bara auðu svæðin. Já, hann er klár. Hann er ekkert að taka heldur neitt of langt tilhlaup. Hann kannski rétt fer bara aftur fyrir sóknarlínuna, 30 metra línuna og svo bara kemur hann inn og horfir á blokkina og finnur gatið. Já, hann gefur lausa yfir en Gunnar Pálmi í vandræðum. Quinton Moore slær hennan út, vildi fá snertingu. Engin snerting. Það var ekki sjáanleg allavega í gegnum sjónvarpsmyndavélarnar. 12-4 hjá Afturhaldingu. Koma virkilega sterkir inn í þessa hrinu. Já, menn að KM-menn eru bara hálf andlausir. Það er engin stemning hjá þeim, það er ekkert að gerast. Nei, góð móttaka þarna hjá Gunnari Pálma og Alexander Arnar slær. Já, hann er svona einna helst hann sem er að slá. Og mann vilja fá tvísla þarna á uppspili hjá Ingo. Og Kastner slær þetta á miðjunni. Þetta er það sem að KM-menn þurftu að fá miðjuspilið aftur í gang. Quinton Moore er ekki að finna sig í þessu leik og þá er að gera að nýta aðra sóknarmenn.
Já, sérstaklega þegar hann er frammi hann Mason, hann er öflugur. Hann er hátt uppi og það er erfitt að blokka svo leið menn. Quinton gefur hann upp, Ólafur tekur þetta með fingurslægi, góð sókn í afturheldingu, Alexander segist líka geta slegið á miðunni. Þeir þekkjast. Ekki farið mikið fyrir honum í sóknarleiknum. Þarna sjáum við Ólaf taka uppgjöfun hans Quinton með fingurslægi. Ekkert mál. Ekkert mál hjá hinum unga. Alexander í vandræðum í móttökunni og Quinton slær hennan í gólf. Þeir ná ekki að verja þetta afturheldingamenn. Þeir mótmála þessu leikmenn afturheldingar. Já, hann setti Quinton boltan yfir, þeir á búið að flauta. Það var óþári, þannig að ég veit ekki hvað Ævar er að gera þarna, hann á ekkert að vera að þvælast fyrir. En þetta er taktík. Já. KM-menn gefu. Alexander hann er með þokkalega uppgjör. Já. Ingólfur laumar hérna, setur KM-menn í vandræði, þeir koma þessu yfir en það er búið að dæma tvísla á Gunnar Pálma. Já, hann tók hann að það, kemur Sigþór inn á. Kemur hérna í staðinn fyrir Alexander Arnar Þórisson. Hann er nú ekkert staðið sér lakast hjá þeim finnst mér. Þeir ætla kannski að gera breytingu og hérna getur verið að þeir setja þá kannski Alexander inn á miðjuna í næstu hrínu, það veit ég ekki. Nei, það er Edu sem gefur upp í afturheldingu, setur hann á Sigþór, hann gerir vel og Ævar slær hennan beint í gólfið, frábær sókn hjá KA. Einn á móti hann í blokkinni, það réði ekki til hann. Einn á móti einu, Sigþór svell kaldur hann í móttökunni, ekkert mál. 14-7, Mason Kastner í uppgjöf hjá KA. Gerði vel í fyrstu hrínu, fín uppgjöf í honum. Og afturhelding á miðjunni. Frábær sókn á miðjunni, KA-menn ekki vakandi upp í netið. Afturhelding er ennþá með góð tök á þessari hrínu. Ef þeir vinna stig á móti stigi þá er búin þeirra. Það er Alexander, hann setur hann Ævar. Og Quinton Moore á afturlínni, hann slær þetta í háhorninu og út. Ég hef bara ekki klára á því hvort það var í langstökki eða hástökki hérna, það var þvílíkt flug á honum. Gífurlegur stökkkraftur í Quinton Moore. Getur stokkið nánast af 5 metrunum. Það er Filip sem gefur upp. Hann setur hennan út. Það er mjög litlu þarna. Nálagt var hann. Það getur ekki verið minna út. Það var Ingólfur sem er afturmættur í uppgjöf. Setti KA-menn í mikil vandræði í byrjun hrínu. Hann heldur áfram að miða á Gunnar Pálma sem er í bullandi vandræðum. Ævar setur lausan yfir. Já, það er óvart hana. Og Rýbak slær, góð vörn hjá Filip. KA-menn þarna er ekki að tala saman. Tala saman alveg. En góð sókn hjá Quinton Moore. Setur hann þarna á miðjan völlinn. Edu nær ekki að verja þetta. Hann skrúaði hann bara yfir og lét hann detta bara réttir aftan sóknarlínuna. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Það er oft opið miðjusvæðið, menn reikna með boltanum aftur á völlinn. Bara að rétta ít honum yfir, skrúa hann yfir. Skrúaði þennan á miðjan völlinn. 16-9 fyrir afturheldingu. Þeir eru ennþá með örugg tök á hrínunni. Það er Ævar sem gefur upp og þessi er út. Ódýr stig sem afturheldingamenn er að fá þarna. Já, þetta er annað vöggjöfin í röð hjá þeim sem fyrir út. Kannski að fara að hitna í höllinni eitthvað, menn er ekki alveg að ráða við það. Það er Pjótt sem gefur yfir sig, þó tekur vel á móti og Quinton Moore slær eftir háhornina. Pjótt heldur þessu í leik og Rýbak hann slær hennan í gólfið. Flott sókn hann hjá afturheldingu. Góð vörn hann aftur á velli hjá Pjótt. Slengdi hendinni í boltan og hélt honum í leik. Þannig að fekk hann upp í lofti, þannig að uppspilarinn hefði nægan tíma til þess að aðdafna sig.
kærulaus þarna í uppgjöfinni, ætlaði að vera snöggur. Þessi hefði endað í miðjunetti, fór hérna í hausinn á Edu. Hann náði í hnakkanum á honum. Ara Benedikt sem gefur upp fyrir Káa. Hann setur á Pjotr og vandræði þarna í uppspilinu í afturheldingu. Ingólfur nær ekki að gera vel úr þessu framspili. Reyndi að spila með Einari. En Einar var ekki yfir þetta skiptið. Rýberg náði ekki að sýta nefir. Benedikt með aðra uppgjöf. Hann er með tiltölulega öruggar uppgjafar. Hann er ekki mikið að setja hann út eða í netið. Nei, þéttingsfast. Rýberg setur hennan í sama svæði og venjulega. Það er ráð ekkert við hann. Filip náði ekki að verja þetta. 19-11. Þetta virðist vera að sigla í höfn hjá Aftureldingu en nóg eftir hins vegar. KM þurfa samt að fara að gefa aðeins í. Annar gefur upp. Setur hann á Gunnar Pálma og Kastner á miðjunni. Hann slæðir hennar niður. Setur hann í hornið og Pjotr nær ekki að henda sér í hann. Hann stígði honum bara fram hjá hávörninni. Þetta var ekkert fast en hann bara fór fram hjá hávörninni í auðasvæðið. Munu Pjotr beið í skugganum á blokkinni. Já, og Quinton Moore hann hoppar. Hessi er út. Full mikið af mistökum í uppgjónum hjá KM-unum. Aftur er Ævar að ræða við dómarana. 20-12 fyrir Aftureldingu. Radoslav Rýbak í uppgjöf. Heldur áfram að hoppa. Setur hann á Sigþór. Og Quinton úr afturlínni slær rétt í hávörnina. Pjotr komir hann út fyrir völlin og gerir vel. Og Rýbak úr afturlínni. Skorar hann gott stig. Sáum nú ekki hvar boltinn endaði en Aftureldingamenn fögnuðu þessu. Endaði örugglega mjög aftarlega á vellinum. Svona hans stíll að slá. Já, KM-menn taka leikhlé 21-12 fyrir Aftureldingu. Aftureldingamenn að snúa þessum leik við. Það er búið tekur Filip á Eindal. Það er nokkuð ljóst að KM-menn verða að skerpa eins á sóknarleiknum. Uppgjörnar að samanskapi ekki nægilega góðar. Full mikið af mistökum. Menn verða svo sem að pressa uppgjöfurnar en ef þú setur alla bolta út þá hefur aldrei möguleika að vinna stig. Það segir sér nokkuð sjálft. Það er rétt. Aftureldinga spila nokkuð þægilega í gegnum þessa rinnu. Já, hún er rinnu verið ekkert þurft að taka mikið á því. Gera lítið af mistökum. Það er oft þannig að það er lið sem gerir færri mistök. Það vinnur leikina. Það er einföld uppskrift af sigri. Nú stillaði sér upp hérna allir þrír hægra megin. Sjáum hvort að Rýbak gefið þarna beint yfir framlínu Aftureldingar. Nei, þessi fór bara í netið. Hann ætlaði sennilega að setja stuttan yfir netið. Sigþór mættur í uppgjöfuna. Þetta er fyrst skipt sem hann fer í uppgjöfaritin. Já, spurning hvort hann hoppi eða taki flot. Hann tekur flot. Setur hann hérna á Pjotr sem gerir vel og Edu, hann hamrar hennan í gólfið. Flott sókn hjá Aftureldingu. Flötuðu þarna aðeins hávörnina hjá Káa. Já, Filip átti engan möguleika. Þessi uppgjöf hjá Sigþóri var allt og létt. Hann verður að setja meiri pressu. Stillaði sér upp vinstra megin. Sjá hvort það tekst. Hessi er út. Hessi sildi út. 2 mistök í röð hjá Aftureldingu í uppgjöfunum. En 22-14. Þeir skipta ekki núna Mason út af þess að gerði fyrir fyrsturínni. Nei, hann hefur svo sem verið að gefa þokkalega vel upp og skorar hann gott stig úr uppgjöfunni. Setur Pjotr í vandræði. Hann hefur svo sem vaxið mikið í uppgjöfunum.
í byrjun tímabils kom hann alla bolta yfir en Hann með sérstakt slag í aukjöfinni, mann hefur ekki alveg trú að boltinn fari yfir. nei, þessi fór yfir og Rybak slær þennan. Quinton nær að verja þetta og fær sóknina. Þessi allt og innarlega En aftur stökkur eftir. og Rybak, hann slær hennan í gólfið. Þetta uppspil hjá Filip var allt og innarlega á Quinton Moore sem var að koma úr afturlínunni. Uppspilið hins vegar nákvæmt hjá Ingo og Rybak slær hennan beint í gólfið. 23-15. Hann er að slá boltan gríðarlega vel, hann að Rybak. Hann er kannski að fylgjast með honum svolítið því. Og lauma hann á Ævari. Og Filip lauma þessu, þeir ná ekki. Jú! KM fá stigið. Ég veit það ekki. Á Nei. þessu sjónarhóli þá sýndum við þetta að vera nokkuð gott en þeir sjá þetta betur. Já, dómarinn gaf nú ekki merki hvað hann var að dæma en KM fá stigið. Já, sennilega hann farið annarkvort utan eða yfir antenuna. Það er Filip sem á uppgjöf hjá KA. 23-16. Það var mikið að gerast þess að KA menn nái sigri í þessari hrinu. Þeir þurfa að koma sér í gang, það er mikilvægt að koma sér í gang fyrir næstu hrinu. Og Rybak slær þetta, góð vörn hjá Filip. Sigþór spilar upp og Quinton Moore, hann skorar þarna stig. Þarna leikurinn ekki góður hjá Rybak. Nei, hann hálfkæruleg svona. Komin á hælana. Menn þurfa að setja nokkur stig núna, það er að setja pressu og afturhendingu. Í móttöku hjá Pjótr sem fær sóknina og hann slær þetta í áhörnina. Góð vörn hjá Sigþóri. Og Ævar slær þetta línu, góð sókn. Röng færi en hann snýr vel upp á sig og slær línuna. Já, þeir sækja á Rybak núna afturlínunni. Taka hann jafnilega aðeins úr leik þá líka í sókninni. Hann kannski var erfitt með að koma úr afturlínu og sækja ef hann er að verjast fyrsta bolta. Já, Afturhalding tekur leikli eins og þú segir gífurlega mikilvægt fyrir Afturhaldingu að koma sér í gang. Nei, KM segi ég. Þó að það sé kannski smá munur til að ná Afturhaldingu þá er mikilvægt að koma sér í gang fyrir næstu hrinu. En 23-18, það er enn séns. Spurning hvernig þeir bregðast við þessu leikliði. Filip Sjefsik heldur áfram að gefa upp. Tveir sóknarmenn, spilarnir frammi hjá Afturhaldingu. Hannar og Hrannan á Ólaf, smá vandræði og Pjótr, hann slær hann í Sigþór. Þessi bolti hefði sennilega farið út en Sigþór stóð þarna alveg aftast á vellinum. Liðsfélagar hans vilja meina að það hafi ekki verið nein snerting í hávörninni. 24-18. það er Kínamúrinn mættur hjá Afturhaldingu uppfinnendið. Ingólfur í uppgjöf setur hennan á Sigþór sem er í vandræðum. 25-18, glæsileg hrina hjá Afturhaldingu. Náðu að snúa leiknum við 1-1 í hrinum. Allt annað að sjá til þeirra í þessari hrinu og allt annað að sjá til KM-manna. Já, hann snýrist alveg við frá fyrstu hrinu hana núna. Spurning hvort að KM-menn gerir breytingar. Þeir geta sett Alexander inn á miðjuna fyrir Benedikt og hafið Sigþór á kantinum og kannski þá er betri blokk. Já, þetta er svo sem alveg eins og í leiknum í Varmá. Þar tóku KM-menn fyrstur inn og Afturhalding sneri svo blaðinu við og tóku næstu þrjár. Spurning hvort það verði sama saga í kvöld. Þessi leikur fer vel af stað. Hann gæti alveg farið í 5 hrinur. Já, ef við rennum aðeins yfir
stigaðustu menn í annarri hrinu eða í leiknum núna. Það er Quinton Moore, hann er búinn að rífa sig í gang. KM komið 7 stig ásamt Mason Kastner. Stigahæstur hjá Aftureldingu er Radoslav Rybak með 10 stig. Allt úr sókn. Allt úr sókn. Quinton hann er nú ekkert búinn að vera rosalega áberandi stigalega séð. Aðeins 6 sóknastig í 2 hrinum. Þeir vilja væntanlega meira úr honum. Já, sýnist nú K.A. hafa gert breytingu. Sigþór sé á kantinum og Alexander kemur þá á miðju. Alexander kemur á miðjuna. Jú, það er hárrétt. Benedikt er þarna farin í uppbytunarreitin. Hann mátti svo sem búast við þessari breytingu. Þeir vilja skerpa þarna aðeins á áhörninni. Tók kanti. Vilja að Alexander mæti Radoslav. Já. Væntanlega. Sterkari blokk. Við höfum séð það áður að Alexander Arnar setur múrinn hérna fyrir netið og hleypur engu fram hjá sér. Nei, hann er sterkur. Gífurlega hátt uppi þessi strákur. Ekki búinn að æfa þessa íþrótt lengi. Sem að segir bara að það er aldrei of seint að byrja. Nei. Ótrúlegt hvað KM virðast geta búið til úr leikmönnum sem eru komnir kannski yfir yngstu árin. Já, og er ekki með grunninn. Það var alltaf að vera klárt í 3. hrinu. Breyting hérna á byrjunarliði KM en engin breyting á Aftureldingu. Enda lítið möguleika sem ætti að breyta leiknum svo sem. Nei, og engin ástæða til að breyta. Þeir eru að spila vel. Þeir hafa svo sem Felix Gíslason á bekknum og Sebastian Mayer einnig. Hann hefur verið að spila miðju. Og það er Ingólfur sem ætlar að byrja að gefa upp. Búinn að valda miklum vandræðum fyrir móttökuna hjá K.A. Það var að spurning hvort að K.A.-menn vakni eitthvað til lífsins og geri leik úr þessu eða Afturelding haldi áfram. Já, þessi við beint á Sigþór sem gerir vel og Alexander Arnar á miðjunni. Mættu til leiks á miðjuna, Ólafur nær ekki að verja þetta. Þetta var gott stig hjá KM-mönnum. Hann fær marga bolta yfirleitt, Alexander, þegar hann er á miðjunni. Filip virðist treyst honum mjög vel fyrir því. Já, Ævar í uppgjöf hjá K.A. Þessi er í netið, ekki nægilega góð uppgjöf. Þá er það Pjótr sem gefur upp. Ætlar sennilega að hoppa núna. Já, hann hoppaði nú ekkert í annar hrinu en það er kannski betra að hoppa í þess áttin eitthvað. Þekkir húsi mjög vel. Þessi er allavega fín en Sigþór gerir vel og fær sóknina. Hann slær hennar bolta út. Ekki mikið út en nóg. Nóg var það. Aftur hoppar Pjótr. Þessi fer á Gunnar Pálma sem lendir í vandræðum og uppspilið á Quinton, hann slær þetta í Ólaf. Þetta var góð sókn, fín, vel gert þarna hjá Filip að koma þessu aftur. Já, þeir gerðu ráð fyrir að Sigþór fengi boltan en Filip sá við þeim og sett hann snöggan aftur fyrir sig. Já, Filip tekur yfirleitt lengri leiðin út á kantana. Reynir að hreyfa við blokkinni. Alexander í uppgjöf, þessi er út. Þessi náði ekki að detta. Það búið að vera svolítið mikið núna uppgjafa mistök hjá K.A. Yfirleitt ekki hjá þeim. Nei, en það ekki verið að fara mjög langt út. Nei, aðeins flotið upp. Kjartan Fannar mættur í uppgjöf. Setur hann á Gunnar Pálma sem missir hann yfir. Alexander ekki alveg vakandi þarna og Quinton Moore, hann neglir þessum bolta í Fannar. Fannar ekki tilbúinn þarna í vörninni. Nú er Quinton Moore mættur til leiks. Búinn að finna línuna, hann slær hana núna, gríðaerg. Spurning hvort hann dansi sig inn í þennan leik. Hann er kominn í uppgjöf.
Heldur áfram að hoppa. Þessi er fastur og Ólafur nær ekki að taka á móti þessu. Góð uppgjöf þarna hjá Quinton. Hann er svolítið hljóðlátur í kvöld. Það hefur oft farið mikið meira fyrir honum. Já, hann er oftur í lífveri. Hann hoppar, þessi er út. Nei, þessi er beint í hornið. Stöðt í línuna hana, segja þér. Strafko Demirev sem iðulega er í dómarastólnum, hann taldi þetta er út. En þú ert ekki að dæma í kvöld. Það eru aðri menn í því. Það sá hann reyndar ekki lendinguna, hann stóð hann eitthvað fyrir, þannig að það er erfitt að sjá þetta á þessum. Já, þetta var góð uppgjöf og önnur góð. Þeir ná ekki að spila úr þessu. Frábærar uppgjafir hjá Quinton. Hann er farin að gefa svolítið í núna, hann er ekkert að sitja á stráksinu núna, það er bara vaðið. Já, og Afturelding tekur leiklega 6-3 fyrir Káa. Kapla skiptur leikur. Línundar virðast ekki alltaf að vera jafnar. Það er liðin skiptast á að halda áfram að vinna línundar og þá viljum Káa 3-2. Við sjáum hvað setur. Já, stuð og stemming í Káa heimilinu á Akureyri. Trommusveitin setur góðan svip á þennan leik. Sáum það austur í Neskaupstað hvað áhorfendur skipta gífurlega miklu máli. Já, þeir mynda góða stemningu þar, Trommusveitin. Það er Quinton Moore sem heldur áfram að gefa upp fyrir Káa. Og hann setur hennan út. Nei, heyrðu. Eða hvað? Nei. Þessi bolti sýndist mér nú vera út. Káa menn ekki sammála. Já, frá okkur séð allavega hérna í stúdíónu þá var þessi bolti svolítið úti. Quinton heldur áfram að gefa upp, þessi er í netið. Sennilega bara sanngjarnt. Lóttur sem lætur hann heyra mætti dómarinn að vernda línuvörðinn. Það er að koma smá hiti í þetta. Ekkert af því. Það er Radoslav Rybak í uppgjöf í Aftureldingu. Sigþór tekur hérna vel á móti og Kastner á miðjunni. Alexander lokar á hann. Þessi er út, óheppinn hérna Alexander. Frábær sókn hjá Káa. Sigþór er að koma vel hérna inn í móttökuna. Með fingurslægið. Mögulega breytingin sem að Káa með þyrftu. Hann fer í uppgjöf. Þessi uppgjöf laus, Pjótr gerir vel. Og Rybak úr afturlínu, góð vörn hjá Sigþóri. Filip laumar. Og Ævar, hann laumar þessu í hávörnina. Þetta var bara út. Nei, hann laumar þessu bara beint út. Hann náði ekki þarna hávörninni. Nei, Ingólfur sá í hvað stemdi og kippti höndunum að sér. 8-5 fyrir Káa. Edu í uppgjöf hjá Aftureldingu. Setur hann á Sigþór sem gerir vel. Og Kastner á miðjunni. Rybak nær ekki að verja þetta. Aftur er Kastner að skora gott stig á miðjunni. Já, þetta sé lykillinn hjá Káamönnum. Það er að fá fleiri stig inn að miðjunni. Já, ef að Kastner er heitur þá er engin ástæða til að nota aðra. Nei, og eins með Alexander líka, hann getur alveg slegið. Já, góð uppgjöf hérna hjá Mason Kastner, Ólafur í vandræðum. Afturelding þarf að setja léttan yfir. Og Ævar, glæsilegt stig hjá Ævari. Það er hennar bolta beint í gólf. Káamenn komnir í stuð. Allt annað að sjá til þeirra í þessari sinu. Og Kastner gefur aftur upp. Og Ólafur gerir vel hérna í móttökunni. Og Pjótr, hann slær þetta í Filip út. Horfði vel á eftir. Vel gert hérna hjá Pjótr Kempisti. Alexander mættur.
hann heldur væntanlega áfram með flótu uppgjöfunar. Það gengur ágætlega hjá honum. Engevar og Sigþór sem tekur vel á móti og Ævar Freyr hann slær rétt í aukt gólf afturheldingar. Þetta allt og auðvelt yfir neti á afturheldingu. KM nýta tækifærið. Nú Filip farinn að spila mun hraðar. Þeir eru búin að sækja svolítið á miðjunni, þannig að Fannar og miðjumenn afturheldingar, þeir geta ekki skilið miðjumenn KA eftir og verða að hoppa með þeim. Já, og Pjótr hann í sókninni, hann slær þetta líka í gólfið. Hann sýnir hann getur þetta ennþá. Það bæði lið búin að nota miðjurnar vel, þannig að Háurni þarf að vera vakandi í öllum möguleikum. Ingólfur í uppgjöf í afturheldingu. 11-7 fyrir KA. Setur hennan á Sigþór sem tekur frábærlega á móti. Alexander laumar hérna. Og Pétur spilar upp. Pjótr slær þetta í Háurnina. Og aftur fær Pjótr boltan. Hann slær þetta í gólfið. Frábær sókn hjá afturheldingu. Hann tók aðeins af þessu og stýrði honum bara meðfram línunni. 11-8. Afturhelding aðeins að minnka muninn. En það Ingólfur sem að gefa upp í afturheldingu. Setur hennan á Sigþór, hann gerir vel og Quinton slær rétt í Háurnina. Og Alexander Arnar ná ekki að verja þetta afturheldingamenn. Filip er að fá góða og fína bolta núna upp fyrir netið, þannig að hann á að geta dreift spilinu vel. En blokkin hjá afturheldingu, hún er sterk. Já, afturhelding hérna að reyna að fiska eða sirka út Sigþór. En hann bara að gera gífurlega vel í móttökunni. Ævar gefur upp á Ólaf sem lendir í vandræðum. Hár bolti hérna út á kantinn. Rýbak slær hennan tiltölulega laust yfir. Og afturhelding í vandræðum. Já, þetta hárrétt. Þetta bara mók á afturheldingu. Ekkert annað. En þeir mótmæla þessu að sjálfsögðu. Það er fyrst mokka á Pjótr og svo á Fannar líka. Hárrétt á Gessla. Fannar vill meina þess að það fari framan á hendurnar. Sjáum hvað Gunnar Garðars segir þetta. Ræða þarna saman dómararnir. Það er eitthvað orðfara þarna sem að ekki að fjúka. Já, nú kannski komið tími á að róa menn. Já. Marino Þorsteinsson setur hendina í vasan. Og það gula spjaldið á Pjótr. Nei, á Alexander Stefánsson. Nú. Hann var að æsa sig þarna af bekknum í afturheldingu. Hefur sennilega sagt eitthvað í áttina að Gunnari. Mótið ykkur kraftmikil orð. Það var við því að búast að spjöldin færu oft. Já, svo sem ekkert að því það allt í lagi að það sé smá hitt í mönnum, svo lengi sem þeir missi sig ekki. Þetta er búið að vera hitta leikir hjá þeim í vetur. Fyrstu 2 leikirnir í úrslitakeppninni. Já, úrslitakeppnin hefur farið gífurlega vel af stað, verið virkilega skemmtilegi leikir. Mjög skemmtilegi leikir í undanúrslitum hjá körlunum. Sýnt og skömm að HK Þróttunes fór bara í 3 leiki. Það er Ævar sem gefur upp hjá KA, setur hennan á Pjótr sem að setur hann framalega og Fannar hann á miðjunni. Fannar skilar þessu. Þetta er það eina sem afturhelding verður að gera, það er bara að svara fyrir sig. Pjótr bendir hann á að þessi bolti sé inni. Það fór svo sem ekki fram hjá neinum. Nei, ef hann lendir í gula ferningnum að þá er hann inni. Hann fer í uppgjöf og hann hoppar. Þessi er fastur. Og Ævar nær ekki að gera neitt úr þessu. Glæsileg uppgjöf hjá Pjótr. Ég sér ekki alveg uppstillinguna hjá þeim hérna í móttökunni. Hvort þeir eru með 2 eða 3. Þessi var aðeins til hliðar. Þetta verður að sé bara með 2 í móttökunni. Pjótr heldur áfram að hoppa, setur hennan á Sigþór sem er í vandræðum. Flott stig hérna hjá Pjótr, kominn með 2 ása í röð.
Edu var að passa sig þarna, hann á ekkert að vera að hlaupa í þennan bolta, hann á engan rétt á því. Hann á bara að halda sig inn á vellinum. Hann heldur áfram að hoppa, setur Káa í vandræði. Gunnar Pálmi tekur glæsilega á móti þessu og Alexander Arnar Fannar lokar á þetta. Þetta var auðséð að þessi fær á miðjuna. Já, það var eins og Alexander hefði bara ekki trú á því hvað hann var að fara að slá hann. Hann hikaði bara í slaginu. Já, Afturelding búinn að minnka muninn í 12-13 en hoppar Pjótt. Þessi fer á Ævar sem gerir vel og Quinten, hann slær hennan í gólfið. Setur hann beint í Pjótt sem kemur hann í vörnina. Virðist að fengi boltan á Viðkvæman stað. slæman stað. Hann jafnar sig á því. Það er Alexander Arnar sem fer í uppgjöf hjá Káa. Sjáum hérna Rýbek og Fannar hvort þeir Pjótt tekur sér góðan tíma í að jafna sig á þessu. skila vel. Þetta var fastur bolti í aðra bolta. Það er ekki gott. Þratgá segir hann að hoppa. Þetta er boltandi komið niður aftur. Alexander í uppgjöfinni. Hann er búinn að vera öflugur á uppgjöfilínunni. Hann setur hann á sjálfsögðu beint á Pjótt sem gerir vel og Rýbak hann slær hennan í gólfið. Góð sókn hann hjá Aftureldingu. Já, Filip var kannski ekki nógu vel staðsettur hann. Hann hefði mátt vera svona 1,5 skrifi lengra til vinstri og hann fengi hann bolta beint í sig. En hann er svo sem ekki þarna til að spila vörn. Nei, Fannar í uppgjöf. flott móttaka hjá Ævari og Quinten fær hennan bolta. Hann setur hann í gólfið. Aftur er Pjótt mættur framalega en nær ekki að verja boltan. Hvað gerir Quinten núna? Hann tók nokkuð öflugar uppgjafir á hann. Já, hann heldur áfram að hoppa og mikill kraftur. Ólafur nær ekki að taka á móti þessu. Það er kominn gífurlegur kraftur í þessar uppgjafir. Setur hann hérna beint úr stöðu 1 í stöðu 1. Hefur nægilega mikið pláss. Spurning hvort að Ólafur hafi verið framalega bara. Hann hoppar aftur en þessi fer út, langt út. Það var engin vafa á því hvert þessi bolti lendi. Þarna breytti hann um stefnu. Ætlaði að fara að slá þennan bolta beint. Og þá kemur annar hoppari. Sigþór tekur á móti þessu og Kastner á miðjunni. Hann er óstöðvandi á miðjunni hjá Káamönnum. Það var kannski Ingólfur, hann las ekki leikinn alveg nógu vel. Sigþór lá á gólfinu eftir móttökuna og átti engan séns á að fara í sókn. Þannig að Ingólfur hefði kannski mátt koma og stíga skrifið til hliðar og hjálpa í ávörðinni. Já, Sigþór setur hann á Edu sem lendir í vandræðum og Rýbak þarf að setja fingursla yfir. Gunnar Pálmi spilar á Quinten sem að slær hennan. Og Ævar Freyr setur hennan í stöðu 1. Slæri yfir öxlinn á sér. Flott stig hjá Káa. Þeir lásu þetta ekki í vörninni hjá Aftureldingu en Rýbek var komin langt inn á völlinn. Átti ekki von á þessu. 18-14 fyrir Káa. Sigþór Helgason í uppgjöf. Setur hennar bolta á Pjótt sem gerir vel og Alexander. Þetta ver Quinten Moore og Ævar Freyr. Slæðir þetta í hávörnina. Aftur fær hann boltan og hann laumar þessi í gólfið. Þetta eru stig sem Ævar Freyr er þekktur fyrir. Þetta er mjög þekkt hjá honum og vel gert. Hann svona ítir boltanum bara yfir blokkina. Hangir lengi í loftinu. Setur hennar bolta í aukt gólfið. Það var ekkert að þessu slagi, það var ekkert að kvart undan þessu. Þetta var alveg hreint slag. Já, þetta er flott sóknarsla. Aftureldingamenn að sjálfsögðu kvart yfir þessu. Vilja fá öll stig sem er í boði. Það er leikli. Strafgó Demirev tekur leikli fyrir Aftureldingu. 19-14. Hörku þriðja hrina.
Góður sóknarleikur hjá báðum liðum. Það sáum við spilari hjá Káamann í slíku. Afturheldingamenn fara þarna yfir hlutina. Svo fyrir við með Ingóli hvort hann á að senda boltan. Við erum að setja meira hérna í afturlínuna á Rýbæk. Hann er búinn að vera að skila. Radoslav Rýbæk kom með 11 stig, öll úr sókn. Spurning hvort hann fái næsta bolta. Það er Sigþór Helgason sem gefur upp hjá Káa. Setur hennan bolta á Edu sem gerir vel og það er Rýbæk sem fær boltan. Hann steig hann á línuna sýndist mér. Já, klárlega. Ævar setur hennan í blokkinu út. Jú, ég gæti ekki sem betur séð hana. Já, það var klárt. Stóra tá fær yfir. Og örglega litli tá líka sýndist mér. Þetta fór fram hjá árvökulum augum þeirra Marinós og Gunnars. Sigþór enn í uppgjöfinni. Nei. Það er spurning að hvíla kannski Rýbæk aðeins núna. Hann er búinn að fá nokkra núna bolta og ekki að skila þeim. Já, það er skipting hjá Afturheldingu. Það er Felix Þór Gíslason sem kemur inn. Pjotr Kempisti fer út. Tækni Trölli mætt inn á. Ætli uppgjöf Káa fari ekki beint á hann. Sýndist Þrattkó ætlaði að gera fleiri skiptingar. Hann ætlaði bara að hvíla menn aðeins. Já, Sebastian Sævarsson Mæger fyrir sig kláran til að koma inn á í lið Afturheldingar. En það er Sigþór sem gefur upp. Þessi fer á Felix sem gerir vel. Og Edu, en Filip, hann ræður ekki við þetta. Gott stig þarna hjá Afturheldingu. Það var bara að setja kraftur í þetta og bara miða í blokkina held ég þarna. Það er bara að láta vaða í hórnuna einn á móti einum. Það var spurning hver á uppgjöf hjá Afturheldingu. Það er Eduardo. Hann er nú yfirleitt verið með svona freka lausa bolta. Hann hefur viljað fara bara rétt yfir netið. Já, setur hennan á Sigþór Helgason sem tekur frábærlega á móti og Ævar Freyr neglir þessum í gólfið. Ekkert mál, engin vörn hjá Afturheldingu. Nei, hann er bara einn á Ingólf. Það var Vigfús sem kemur inn og gefur upp fyrir Mason Kastner. Uppgefa vélinn og það er Sebastian sem kemur inn fyrir Alexander. Það er svo verið að hvíla menn hjá Afturheldingu 22-15 fyrir Káa. Já, Afturheldingu búinn að gefa þessa hrinu frá sér. Og Vigfús. Fín uppgjöf hjá honum og Felix Þór, hann slær hennan. Gott stig hjá honum. Vel gert. Quinton ekki vakandi hérna í vörninni. Það voru Hávörðin ekki heldur, þeir átti ekki vonu því að boltin færi þarna megin, held ég. Það er Sebastian sem að fer í uppgjöf hjá Afturheldingu. Lítið spilað á undanförnu. Setur hérna lausan yfir á Sigþór og Quinton úr afturlínni. Nei, hann laumar þessu bara beint í gólfið. Afturhelding stendur hann og starir á. Algjörlega búinir að gefa þessa hrinu frá sér. Miskilningur hjá Ingóli og Rýbæk hana. 23-16. Það er Filip sem gefur upp. Setur hann Ólaf sem er í vandræðum. Og það er Radoslav sem þarf að setja lausan bolt yfir. Og Káamenn, það er Ævar Freyr. Hann slæðir hennan bara beint í gólfið. Hann er búinn að finna fjöluna sína núna, heldur betur. Kom með 10 stig og öll úr sókn. Já, og Afturhelding heldur áfram að breyta. Hann að skipta. Það er Ingólfur sem fer út af. Og inn á kemur Hilmir Berg Halldórsson. Filip gefur hann upp. Fín móttaka hjá Afturheldingu en þeir þurfa að setja lausan yfir. Þetta var góð lauma hins vegar.
Gunnar Pálmi var hérna full aftarlega. Yfirskaut pönnukökuna svolítið. Hilmir fer beint í uppgjöfina. Hilmir Berg sem gefur upp. Hesse beint í netið. Klaufaleg uppgjöf hjá honum. 25. stig KA, 25-17. Þau leiða þá þar með þennan leik 2-1. 2-1 í hrinum. En halda liðin á að skiptast á. Vinnur Hrinur. Það er spurning núna hvort að Afturelding gerir einhverjar breytingar. Já, Þeir gætu skipt uppspilara. það er í raun það eina sem þeir getur gert svo sem. Þessu rennum aðeins yfir stigaskorið eftir 3 hrinur. Quinton Moore kom með 15 stig hjá KA. En er Radoslav Rybak stigahæstur hjá Aftureldingu með 12 stig. Ná, þarna eru menn greinilega eitthvað að hitna í hamsi. Bjótur var eitthvað að senda einhverja pillur yfir. Láta fyrrum liðsfélaga sína heyra það. Þess að reyna að stuða á til. Sjáum að Ingólfur er hérna að teygja. Hann hefur lítið getað æft með Aftureldingu undanfarnu. Þjálfari kvennaliðs Þróttar Reykjavíkur. Bjótur hann er ennþá að reyna að stuða þá, hann horfir yfir til þeirra. Það er allt reynt. Allt reynt í þessu leik. KA-menn er ekkert að kippa sér upp við þetta. Nei, þetta engin ástæða til þess. Þeir eru yfir 2-1 og voru að spila bara þokkalega. Momentumin er þeirra megin núna, þannig að það er Afturelding sem að þarf að sækja. Spurning hvort að þeim takist það. Þeir sennilega verði ekki áfram með sama lið. Jú, eina spurningin hvort það verði Hilmir Berg eða Ingólfur sem spila upp. Já. Annað ætti að vera nokkuð örugt. Alexander Arnar hlýtur svo að halda áfram á miðjunni hjá KA. Enda kom Sigþór Helgason mjög vel inn í þessa hrynu. Já, hann átti fína móttökur og ágæta sóknir. Reyndi svo sem ekki á hann í hávörninni. Nei, hann skoraði nú engin stig í hrynu en hann skilaði sínu hins vegar mjög vel. Quintin er fann að taka hana afgerandi fórustu núna í stigaskorinu. Og Ævar kom hana sterkur inn líka. Nú er bara spurning, hafa Afturelding það sem til þarf til þess að ná í 8 hrynu eða ætla KA-menn að gera út þennan leik í 4. hrynu? Næsti leikur er svo að mig minnir 4. apríl. Það er að fara núna undir 20 ára piltaliðið. Það var til Færeyja að spila á miðvikudaginn. Það er gert hlé á úrslitakeppnina á meðan. Fram með páskana. Og það eru núna nokkur landslið á faraldsfæti. Undir 20 ára lið er að fara á til Færeyja. Og viku setna heldur 43 manna hópur stúlkna til Ítalíu. Spila þar á æfingamóti og það er spennandi verkefni. Filip byrjar. Setur hennan á Ólaf sem gerir vel og það er Rybak sem að Hann steig yfir. setur hennan en það er yfirstig. Já. Hann er í afturlínu. Stígur hérna á línuna. Það var alveg auðljóst. Það er ekkert að væla yfir þessu, þetta var bara klárt yfirstig. Marino er að benda þeim á hvaða lína það sé. Það er Filip sem heldur áfram að gefa upp.
setur hann aftur og Ólaf sem gerir vel og Pjótkemp Pisti setur hann í háörnin og niður. Dæmdu mók. Quintin reynda að rífa boltan upp en notaði til þess handboltatakta. Það Ingólfur í uppgjöf. Nú bara að sjá hvaða karakter í afturheldingarliðinu, hvort þeir rífi þessu upp. Aftur tekur Sigþór vel á móti og Ævar hann mókar þessum yfir. Nei. Það hýtti bara beint áfram. Gott stig þarna hjá Ævari Frey. Afturheldingarmenn að sjálfsögðu ekki sáttir. Ómargir boltar í notkun. Unningar það sá þetta, haugfröðum augum, sprett úr spori, finna réttu boltana. Ævar mættur í uppgjöfina eftir flott sóknarstig. Setur hann á Ólaf sem missir hann yfir og Alexander Arnar vakandi þarna upp í netið. Mjög vel vakandi þarna. Góð uppgjöf hjá Ævari. Samanskapi voru afturheldingarmenn ekki vakandi hérna í vörninni. Nei, móttakan ekki góð hjá þeim. Ævar enn í uppgjöf. Aftur setur hann Ólaf sem gerir betur núna og Fannar á miðinni. Hann nær að koma þessum yfir. Filip nær ekki að verja þennan bolta sem var laus. Það spurning hvort að afturheldingarmenn þurfi ekki að leita meira að Fannari. Það virkaði vel í fyrstu rinnu. Já, Pjótr gefur hann vel upp og það Sigþór sem að laumar þessum yfir. Þeir eru ekki vakandi í vörninni. Radosla sé mjög óánægður með sjálfa sig þarna. Hann var alveg á hælunum. 3 laumur í röð í leiknum. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Stundum er bara gott að vera klókur, finna opnu svæðin. Það er alltaf opið svæðið einhvers staðar. Ólafur tekur hérna vel á móti og Fannar á miðinni. Aftur er það miðjusókn í afturheldingu. Nú ætla K.A. að kvarta. Þetta er bara alveg eins og þú settir boltan yfir áðan, Ævar. Ekkert svona. Hann breytir ekkert stefnu, hann fylgir boltanum beint eftir. 4-3 fyrir K.A. Kjartan Fannar gefur upp í afturheldingu, setur hann á Gunnar Pálma í smá vandræðum. Quinton slæðir hann í háörnina. Þeir halda þessu á lífi afturhelding. Nú er spurning hvað. Það er Mason Kastner og glæsileg vörn hjá Ingo. Þú laumar þessu yfir. Ævar gerir vel hérna í vörninni og Quinton. Fín skorpa, Þeir loka þetta í blokkinni. Og það er net þarna. Kjánalegt net á Sigþór Helgason. Þetta veiða sig þarna í netið. Það var mjög klaufalegt hjá honum. En glæsilega varnir hjá báðum liðum. Þetta var flott skorpa. Út allan völl. Eiginlega svona, kannski fyrsta langa skorpan í leiknum. Já. Afturhelding jafnar 4-4. Aftur er það á Gunnar Pálma sem er í vandræðum. Og Quinton slæðir hennan í háörnina. Alexander lokar þetta. Eða Radoslav Rybak. Vel stilt háörni á þeim félögum. Nú er spurning. Það er afturhelding einhverju ranni. Já, það er að byggja upp eitthvað forskot eins og í annar hrinnunni. Svara fyrir sig. Fannar, hann gefur hennar boltinn. K.A.-menn héldu að þessi væri að fara út en inn fór hann. Frábær uppgjöf hjá Kjartani Fannari. Afturhelding konur yfir, 6-4. Hann getur verið öflugur á uppgjöf línunni. Já, önnur glæsileg uppgjöf á Gunnar Pálma. Það er allt eða ekkert hjá Fannari í uppgjöfunum. Já, það þýðir ekkert annað. Og nú var Pjótr eitthvað að biðja hann að fara að kvarta. Það er að færast hiti í þennan leik. Það er akkurat það sem áhorfendur vilja. Fá smá líf í menn. Það er allstaðar stríð í gangi. Þeir reyna að komast inn í hausinn á hvor öðrum. En gefur Fannar upp.
Hessi nær ekki yfir netið. Spurning hvort að þetta hefði bara hreinlega ekki truflað rytmann hjá honum Fannari. Hefði betur sleppt í að fara að tala við dómarann. Hann var í góðum gír. Já. Hvað gerir Quentin? Hann hoppar. Hessi bara langt út. Já, hann hendur honum aðeins og langt frá sér hann og þurfti að teygja sig. Hessi var ekki nógu góð. Það Radoslav Rybak í uppgjöf hjá Aftureldingu. Hann hoppar. Fínasta móttaka hérna hjá Káa og Sigþór Helgason, það kraftur í honum. Þeir sækja núna svolítið á Ingólf. 1-1 neglir hann þessu beint í gólf. Ingo átti ekki sjans þarna í hávörninni. Það nóg til af krafti í Sigþóri. Það vantar ekki. Hann fer beint í uppgjöfina, gefur flott uppgjöf. Smá vandræði þarna hjá Björn. Ingólfur setur hennan yfir. Og Ævar, þessi allt og nálagt. Quinton Moore úr afturlíni, það hann setur hennan bara í netið. Já, hann hefði betur sleppt í að hoppa hann. Hann var aldrei að fara að ná að senda hennan yfir held ég. Það hefur vantað svolítið núna í Káa-lið. Þeir hafa ekkert verið að nota Miðjurnar. afturlínuna heldur í stöðu 6. Þeir hafa nú verið vanir að nota þá meira. Já. Það hefði kannski verið lausnin núna. Já. Það Edu sem gefur upp í Aftureldingu. Setur hennan á Gunnar Pálma. Og það Ævar, hann þarf að lauma. Já, koma á fljótur inn í þennan bolta. Alexander spilar hérna á Rybak í afturlínni. Sigþór með góða vörn. Og Ævar allt og snemma þarna. Já. Öll varnarlína Aftureldingar komin á sóknarlínuna. Enginn hérna aftur á velli. Þetta var gott stig hjá Káamönnum. Já, svo skiljanlegt að Ævar búinn að vera að negla þetta bara rétt fyrir aftan sóknarlínu, þannig að það var svo sem ekkert að því að fara undir. Nei, fín uppgjöf hérna hjá Mason Kastner. Og Pjotr hann slær hennan í blokkina. Ævar heldur þess á lífi. Og Rybak úr afturlíni, aftur yfir stig. Já. Langt yfir línuna þarna, eina ferðina enn. Þarna voru nú alla tærnar bóttið farnar vel yfir. Já, og meira til 8-9. Þetta ætlar að vera jöfnur inn aðeins og svo fyrsta. Kastner í uppgjöf setur hann á Pjotr sem gerir vel og hann sækir. Flott vörn þarna hjá Quentin, þeir halda þessu í gangi. Nei, Alexander missir hennan út af. Barátta þarna upp við netið. Þarna hefur nú Alexander átt að fá tildal, eitthvað pirraður. Það er bara spurning núna, það lið sem heldur haus, Já, það tekur hann leik. Ævar sækir hérna, setur þéttingsfastan bolta í gólfið. Hann er að sækja mörg stig núna, strákurinn. Þrettánda stigið frá Ævari Halldórsson. Það er Filip sem gefur upp. Ólafur tekur vel á móti og Fannar. Þarna er Alexander vakandi á miðjunni í hávörninni. Þetta er ástæðan fyrir hann var settur inn á miðjuna í staðinn fyrir Benedikt. Hann á að sjá til þess að Fannar komi boltanum ekki yfir. Káa jafnar 10-10. Filip gefur hennan stuttan yfir og Fannar, hann setur hennan bolta yfir. Ekki lengi að því að svara fyrir sig. Nei, Alexander náði ekki að stoppa þennan. Ingólfur óhrættur við að setja hann aftur á miðjuna. Já, þeir hérna, báður uppspiljarnir eru alveg óhrættir við að láta menn hafa boltan aftur ef hafa gert einhver mistök. Það er Ingo sem gefur upp, Gunnar Pálmi tekur vel á móti og Quinton Moore, hann slær hann í gólfið. Já, það er að binda á milli þeirra. Þetta var vel slegið, góð sókn. Aftur er varnarvinnan að trufla Aftureldingu, þeir eru ekki á réttum stað. En það er Ævar sem fer í uppgjöf. Þessi bolti er langt út. Já, þetta var
Þetta var skrítin uppgjör. Það var að Pjotr Kempisti. Hann hefur alltaf gefið flotbolta þarna megin. Nei, hann ætlar að hoppa núna. Hann hoppar núna. Gunnar Pálmi tekur vel á móti og Alexander Arnar, hann slær hennar bolta miðjunni. Enn eru liðin að sækja í gegnum miðjuna. Hann gera skiptingu núna. Vigfús Jónbergsson. Núna skiptir hann við Alexander. Já. Þetta er athyglisverð skipting. Alexander hefur nú verið með fínar uppgjör í kvöld. Sjáum hvað Vigfús gerir. Hann setur hennan á Ólaf sem er í vandræðum. Og Edu, hann slær hennan bara í netið. Ekki góð sókn hjá Aftureldingu. Fínasta uppgjöf þarna hjá Vigfúsi. Hann gefur aftur upp. Aftur á Ólaf sem hann missir hann yfir. Og Kastner slær hennan í öðrum bolta. Rýbak þarf að setja boltan. Já, glæsileg sókn hjá honum. Ekki gott færi en hann lét vaða. Ólafur var mjög lengi að standa upp eftir að hann fór í gólfið hana. Það er hann sé ekki alveg í toppstandi. Nei, KA-menn skipta tilbaka. Nei, Ingólfur hefur verið að glíma við meiðsli. Spurning hvort þú sé aðeins á truflan. Það er Kjartan Fannar sem gefur upp. Setur hann á Gunnar Pálma. Quinton Moore, hann slær hann með vinstri. Og það er Edu úr þröngu færi. Reynir að lauma þessu en KA-menn ekki vakandi. Nei, Ævar var bara of langt frá. Auðspilarinn tekur hérna vörnina og þeir ekki klárir á öðrum bolta. Það er greinilega Ævar sem á að taka hennar bolta en hann var bara of langt aftur. Boltinn ekki nógu hár. Fannar kominn í uppgjöfin aftur. 14-13 fyrir Aftureldingu. Setur hann þarna á Quinton sem gerir vel og Kastner slær hann á miðjunni. Það er ekki að spurja því. Þá er skipting hjá Aftureldingu. Ingólfur er greinilega ekki í formi til að spila meira í þessari hreinu. Hilmir Berg kemur inn á í stöðunni 14-14. Já, Hilmir hefur búin að vera að standa sig ágætlega. Þetta er góð reynsla fyrir hann að koma að spila upp í svona leik. Já, Quinton hoppar og setur hennan í netið. Ekki góð uppgjöf. Það voru Ráðúslav Rýbak sem fyrir uppgjöf í Aftureldingu. Heldur áfram að hoppa. Þessi á Ævar Freyr sem gerir vel og Sigþór. Ólafur verð þetta. Þetta var vel gert hjá Frá. Góð vörn þarna og Mason Kastner á miðjunni. Þarna var allt opið, hann setur hann í hornið. Glæsileg vörn þarna hjá Ólafi. Hann er örugglega bara með yfir 80% sóknarnýtingu. Hann nýtir sína bolta sem hann fær mjög vel. Já, fá mistök hjá Mason Kastner. Sigþór gefur þarna á Edu og það er Alexander, hann slær hennan út. Þeir vilja fá net. Nei. Snertingu. Aftur er verið að tosa í netið. Aftur Alexander. Á gulu spjaldi. Já. Það er Sigþór sem gefur upp. Þessi fer á Pjotr og það er Edu sem sækir. Setur hann í hávörnina, þeir halda þessu gangandi. Aftur fær hann boltan. Þarna gerir hann vel. Já. Flott sókn þarna hjá Aftureldingu. Hilmir spila bara örugt. Og þarna sló Edu kannski með hausnum. Það er ekkert að reyna að þruma þessu. Setti þetta bara á línuna og þeir réðu ekkert við það hana. KA-menn. Hann fer í uppgjöfina 16-16. Gunnar Pálmi tekur hérna vel á móti og Mason Kastner ná að stoppa þetta. Og Ævar, nei. Hérna hrynja Aftureldingamenn í netið.
Alexander Á heppinn fæti þarna. fyrir Alexander, já. Hann átti engan séns í að redda sér hana. Nei, heppinn að slasa sig ekki. Það Kastner sem gefur upp. Nei, þessi uppgjöf ekki góð. Þarna hefði verið spurning að nota skiptinguna núna. Já, það voru mistökkjöldi hjá KM-mönnum að skipta Alexander áðan út. Það Það var hinn Alexander í uppgjöf. Stefansson í uppgjöf, setur hann á Sigþór og Ævar slæðir hann að lausan yfir en Aftureldingamenn í vandræðum. Þennan bolta setur Pjótt bara út. Já. Útspilið ekki nægilega gott. Það svo nálega hnitur upp. 18-17. Liðin halda áfram að skiptast á stigum. Nú byrjar hinnan. Það er Filip sem setur hann hérna á Edu, góð móttaka og Rýbak enn og aftur Stígur hann að stíga á línuna. Já. Hann á nú að geta gert miklu betur en þetta, en það var nú ekki hraður bolti, en það þurfti ekki að koma hratt inn. Já, óvinnulegt að fara 5-6 sinnum yfir línuna hérna. Já, maður sér hann ekki oft í leikjum. 19-17. Erum KM-menn að sigla þessu í höfn. Fín móttaka hérna hjá Edu og það er Pjótt sem fær boltan. Hann slær hennan í Sigþór. Já, það er annað skipti sem að Sigþór tekur boltan svona aftalega á velli og hann heldur að sé að fara að haft viðkomu í hávörninni, en þeir segast ekki að hafa snert neitt. Það er Hilmi Berg í uppgjöf. Setur hennan á Ævar sem gerir vel. Það er Quinten sem slær hennan bolta langt út. Já, Uppspilið náði ekki nægilega langt út og Quinten hefði nú átt að gera miklu betur á það. já, heldur betur. Þó er bara spurningin, eru menn að missa hausinn? Spennan er að verða svolítið áþreifanleg núna. 19-19 nær Afturelding þessi ótt. Þessi bolti á Sigþór sem gerir vel og aftur fær Quinten boltan, hann þarf að lauma. Hilmir ekki vakandi hérna í vörninni. Það rann strákurinn, hann Óheppinn misti þarna. boltana hana. Ævar í uppgjafaritinn, hann sendi síðasta bolta langt aftur fyrir. Hvað gerir pilturinn núna? Já, mjög betra. En móttakan góð hjá Ólafi og Pjótt slær hennan í blokkina. Alexander lokar á þetta. Þeir eru ánægðir með þetta KM-menn. Það geti verið stíið sem að Svartkó, það þarf að stoppa þetta strax. Rafko Demiret tekur leikhlé, stöðunni 21-19 fyrir KA. Það er spurning hvort að hann vinni næsta stig fyrir Hvort hann fái þjálfarastigið fræga. Þjálfarastigið er það kallað þegar að uppgjafar maðurinn mistekst í uppgjöf. Þá segjum við að þjálfarinn hafi tekið stigið með að taka leikhlé. En hann fær það ekkert í tölfræðinni. Nei. Nú þurfa Aftureldingamenn að taka fyrsta stig strax. Já, og sjáum það líka núna að Hilmir, hann er ekki að spila á miðjuna. Hann er ragur við það. Já, með Fannar frammi. Fannar gæti verið lykillinn að því að leysa þessa stöðu. En kvarta KM-menn yfir boltanum. Finnst eitthvað að loftið verið vitlaust í þeim. Síðasta leik var hlé á meðan að það þurfti að pumpa í boltana. Ég vona að það verði ekki núna. Spurning hvort þetta stuði Ævar. Getur verið vont að fá svona pásu í uppgjöfinni. Já. Já, það eru 2 notaðir boltar, það er bara að nota þá. Þetta er ekki flókið.
Já, áfram með leikinn. Áfram með smérið. Sjáum hvað Ævar gerir, hvort þetta hlé hafi eitthvað hárið á hann. Nei. En þarna fær Fannar boltan. Þetta er það sem við vorum að biðja miðjuspil í afturheldingu. Já. Það er eiginlega alveg sama hvar þú hendir boltanum hátt upp, þannig að Fannar tekur hann alltaf. Já. Ef að Fannar fær hann í góðri hæð þá er ekki að spurja að endalokum. Þá er Rafn Kempisti í uppgjöf, hann hoppar. Þessi er langt út. 22-20. Já, maður er búinn að sjá svolítið í leikjunum núna, undanfarið í undanúrslitum, að þeir sem eru að hoppa þegar þeir hafa verið að koma í uppgjafaritinn undir lokin, það er ekkert verið að gefa eftir, þeir halda bara áfram að láta vaða. Afturhelding tekur svona leikli hérna. Já, þeir sem eru að taka þessar jump uppgjafir, það er engin ástæði til að slaka á, annarkvort hoppar eða ekki. Nei, það er afgreiðlega bara skipanir það frá þjálfurunum. Það eru þeir sem er að taka sénsinn, aðrir eiga að gera þetta öruggt. En þetta stig var ódýrt fyrir KA. 22-20. Það er Alexander Arnar Þórisson í uppgjöf hjá KA. Var tekinn út af áðan. Afturheldingarmenn eru með 3 sóknarmenn. Þeir þurfa góða móttöku núna ef þeir ætla að nýta sér þá. Uppgjöfin er á Edu sem gerir vel. Hilmir, nei, Ólafur kemur þessu yfir. Já. Og KA-menn, Mason Kastner neglir þessum bort í gólfið. Filip er hátt uppi þegar hann væri að spila hann plattar með sér. Ef það er einhver sem getur spilað af strengnum þá er það Filip Sjefsik, uppspilari KA. Þá gerir Afturhelding breytingu. Það er Felix Þór Gíslason sem kemur inn. Þessi breyting er til þess að reyna að trufla Rithmann. Já, Strafko búið með sín 2 leikli í hrunni. Það voru bara skiptingarnar eftir. Spurning hvort þetta trufli Alexander. Nei, hann setur hann Fínasta yfir. uppgjöf hjá honum. Afturhelding þarf að setja lausan bolta yfir. Hvað gera KA-menn? Það er Kastner á miðinni. Góð vörn þarna hjá Hilmi. Aftur Kastner, hann slær hennan út. Fín vörn þarna hjá unga stráknum. Já, þeir eru ánægðir með hann. Honum er hent þarna fram og tilbaka. Físléttur. Jæja. Fannar tók 3-4 uppgjafir í röð áðan. Hann þarf að endurtaka leikinn ef að Afturhelding á að eiga möguleika í leiknum. Þessi er góð, Gunnar Pálmi í vandræðum. Sigþór kemur þessu inn á aftur og KA setur lausan yfir. Og það er Edu sem laumar hérna. Gunnar Pálmi ver og Quinten. Hann slæðir hennan bolta, gott stig. Þarna fengu Afturhelding kjörið tækifæri til að sækja. Marino ætlaði bara að hætta leik hérna, það er 24-21. KA-menn þurfa 1 stig til viðbótar. Þá kemur Björn Kempisti aftur inn á. Taka sér nægan tíma í þetta. Já, það er aftur trufla Rithmann. Quinten, ætla hann hoppi. Gæti trúið að hann tekki kannski aðeins af kraftinum. Skrúaði boltan niður. Nei, það er flott uppgjöf. Björn tekur vel á móti Alexander, slær en Quinten ver. Sigþór setur lausan yfir. Nei, Afturheldingarmenn ekki vakandi þarna. 25. stig KA, ódýrt. Það var í ódærir í kantinum. 25-21, KA tekur hennar leik 3-1. Klaufalegt þarna undir lokin hjá Afturheldingu. Já, einbeitingin var ekki alveg nógu góð hjá þeim. KA tekur þá forystu í þessu einvígi. 2-1, hann vinna þarf
3 leiki, best of 5 eins og þeir segja. Já, ef við rennum aðeins yfir stigaskorið í lokin, stigahæstur í leiknum er Quintin Moore, leikmaður KA með 18 stig. Stigahæstir í liði Aftureldingar, Kjartan Fannar Gretarsson og Radoslav Rybak með 14 stig. Við förum að segja þetta gott hérna á Sport TV. Já, við minnum á, það er leikið á hverjum degi núna næstu vikuna. Á morgun er það HK Völsungur sem að hefja sína seríu í kvennaflokknum í Fagralundi klukkan 8. Getur fólk endilega til þess að mæta þangað. Virða fyrir sér Húsavíkudömurnar á svæðinu. Já, þetta getur orðið jafn og skemmtilegu leikur, þeir hafa verið þannig í vetur. Já, svo er það Stjarnan KA sem að mætast á Álftanesi. Það er höfuðborgarsvæðið og Norðurland sem berjast. Já, við segjum þetta gott hérna á Sport TV. Kristján, takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Nýjar vörur, Under Armour Kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Your father's gone. You could pick up where he left off. There's an organization looking to start a global genocide. Oh, that's not gonna happen. Now I see the likeness. Recklessness. I'm not a superhero. Tomb Raider, frumsýnd 16. mars. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Regus býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regus.is. Sport FM. Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. This is it! Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane! You're gonna have to take a bullet out. A squeaky toy. For the pain. That's smart, huh? Game Night komin í Sambíói. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig